Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófann eru komnar Katrín Ösp og Regína Ólafs frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða okkur. Mín var ánægjan. Séu ekki hvað við erum flottar hérna? Heyrðu, það er mottumars, enn og aftur. Já. En mottumars er ekki alltaf það sama og mottumars. Í ár er hvað? Fókus á? Í ár er sem sagt fókus á stuðning. Áður hefur stundum verið fókus á forvarnarverkefni. Einu sinni var verið að hvetja fólk til að hætta tóbaksnotkun. Akkúrat. En núna er sem sagt verið að beina athygli að karlmönnum eftir að þeir greinast. Já. Og rannsóknir sýna að karlar yfir 50 leita ekki eftir sjálffélagslegum stuðningi eins og konur. Veit einhver hvers vegna? Ég veit það ekki við allavega. Við heldum þetta sé bara pínu svona hvernig við erum alin upp. Leifar af kallmennskunni. Já, kallmenn gráta ekki. En það er kannski að breytast. Já, okkur finnst það. Kallmenn er alveg að þykja sálfræði þjónustuna aðeins núna. Það hefur ekki verið, en okkur finnst það að vera að aukast. Við erum alveg að taka bæði. Sjáum mun. Já. Þú ert verkefnastjóri hjá Krabbameinsfélaginu og þú ert sálfræðingur sem starfar hjá Krabbameinsfélaginu og þessar rendur, útskýra aðeins þetta röndótta fínerí sem við erum með hálsinn. Já, þetta er barbershop. Þetta er svona átakið núna í tilefni mottumars. Mjög skemmtilegt og spennandi og auglýsingarnar fara allar í gang núna helgina. Það voru frumsýndur auglýsingarnar. En við erum sem sagt svona aðeins að sýna ykkur forsmekkin að því, en það er sem sagt barbershop þema. Já, rakarastofan. Gamla rakarastofan. Það sem kallarnir komu saman og spjöldum daginn og veginn. Akkurat, og það er svo tilgangur. Við erum að reyna að fá mennina okkar til þess að tala aðeins meira og tjá sig fyrir lítið meira og reyna að finna leiðirnar til þess. En þetta röndótta þema er barbershop og það er að koma svona sokkar í þessum stíl. Þeir komu í sölu á mánudaginn og verða eingöngu í sölu í 2 vikur. Og mjög spennandi og vonandi bara keppist fólk að kaupa sokka og mæta í röndóttu fötum í vinnu. Vá, mér langar strax í svona sokka. Hvernig get ég keypt mér svona sokka? Heyrðu, það er hægt að nálgast þá á heimasíðuna á mottumars.is og svo inn á sölusíðu Krabbameinsfélags Íslands og svo víða í búðum. Maður fær þetta bara sent heim í pósti, já, eða fer í búðir? Eða fær í búðir. Það verði í ýmsum búðum líka. Frábært. En það verður bara 2 vikur, eða ekki? Jú. Eða hvað? Hvað haldið þessi til mikið upplag? Eru þið viðbúin því að allir hamstri eða? Ég veit ekki með upplagið. Bara best að vera fyrstu kemur fyrstu færi. Það er ekki alltaf ágætt. Og svo bara klárast þetta þegar þetta klárast. Svo klárast þetta. Það er stefnt að þetta verði bara í þessar 2 vikur. Og þannig að fólk verður bara að stökkva á. Og svo hef ég séð líka að það verið að skora á fyrirtæki að sokka upp starfsmennina sína. Já, akkurat. Er það ekki eitthvað? Jú, það er sko akkurat þannig. Og þá eru verið að fókusera svona á 16. mars. Já. Í því. Sem er alþjóðlegi. Já, svona alþjóðlegi mottumarsdagurinn. Og KÍ ætlar að halda hann, KÍ er Krabbameinsfélag Íslands, þeir halda hann mjög hátíðlegan og verður með alls konar húlum hæ fyrir sunnan. Alla borg eða? Já, það verður ýmislegt einhver uppákomur og svona. En þið ætlum aldrei líka að gera eitthvað hérna á Akureyri? Já, við ætlum sérst 9. mars verður opið hús frá 4 til 6 og hvetjum alla til að koma, sérst þá sem er að nýta þjónustuna, þá sem hafa aldrei komið, koma með fjölskyldu, koma með vini, kíkja til okkar, Glerárgötu 24, það verður tónlistaratriði og veitingar. Upp á hvaða hæð? Annarri hæð. Það er lyfta. Já. Allir velkomnir og líka þeir sem hafa aldrei greinst og langar bara að sjá húsnæðið. Það er gott að vera búin að koma áður en maður greinist til dæmis. Það er alltaf gott að vera búin að kíkja einu sinni og sjá ef að við erum alltaf að reyna að bjóða fólki að koma, þannig að þegar það á því að halda, ef og þegar, það er alltaf ekkert þegar, ef að, vonandi aldrei, en ef að þarf á okkur að halda, sem er ekkert ólíklegt, þannig að það er alltaf einhver í kringum, það þekkja flestir einhver. Ég las einhvers staðar, 1 af hverjum 3 greinist með krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni. Já, það er rétt. Það er rosa hátt hlutfall. Sem gerir það að verkum, það er mjög líklegt að þú þurfir einhvern tímann á að því að halda. Já, ég eða aðstandandi minn. Já, eða vinnufélagi og vinkona, einhver sem þú þekkir, vinkona barnanna þína, eitthvað skilur, og þá er gott að vera búin að koma niður þér og bara hei, þarna, ég veit hvað þjónustan er að finna og mætum þar. En þannig á mottumarsdeginum okkar sem er í næstu viku, þá erum við líka með veitingar og svo ætlum við að veita 3 mönnum viðurkenningu fyrir vel unnin störf í þágu félagsins. Það kemur í ljós hverju þeir verða. En við erum mjög heppin, við hefum marga góða vini sem að styðja vel við félagið og hugsa vel félagið okkar. Algjörlega. Nú vorum við áðan með starfsfólk frá Brugsmiðjunni Kalda. Það er starfsfólk að taka upp á einhverju svona að eigin frumkvæði. Er mikið það að fólk taki eitthvað krakkar með tombólu, að einhver sé að koma með
það er alltaf að aukast og við erum ofboðslega þakklát alltaf þegar fólk tekur að sér að gera ýmislegt og stundum tökum við einhver leiti þátt í því og annað en stundum bara leyfum fólki bara að gera þetta sjálft og þau gera þetta bara sjálf og sínu frumkvæði og þetta það sem að starfið byggir á. Það fjárhagslegur stuðningur og velvilji frá fólki. Þannig ef einhver með góða hugmynd, þá annarkvort getur hann bara látið hana gerast eða komið til ykkar og fengið einhver aðstoð. Ég sá á Facebook að dóttir vina míns, hún er með frábært framtak. Það sem sagt hashtagið slímið núna. Og hún að fara að framleiða slím í massavís og selja og ágóðin rennur til, ég held Krafts. Góð hugmynd. Þetta svo frábær hugmynd og þarna sér maður að allir geta lagt efninu lið. Og einmitt að þú segir fyrir Kraft, við erum öll saman í liði. Fólk svolítið stressað það að sé að svíkja lit eða velur eitthvað annað félag fram yfir okkur. Þú veist, auðvitað við vinnum öll sér og erum sér á báti þannig, en við erum saman í liði og við hjálpumst að og við styðjum við hvert annað og við erum öll með sameiginlega markmiðið. Það hlýtur að vera. Já. En mér langar svolítið að segja að því við erum að tala að karlar leiti síðraðstóðar, að við erum með karla hitting á laugardögum sem hann Brynjólfur, sjálfboðaliði hjá okkur, sér og þar eru allir karlar sem hafa greinst með krabbamein velkomnir. Þannig ef það einhverjir sem ekki hafa komið og hafa greinst, endilega kíkja og fá sér kaffi. Og laugardögum klukkan? 1:30. Já. Á Glerárgötu þarna. Á Glerárgötu 24. Já. Og það bara svona kaffihittingur og spjall? Já. Og bara að spjalla daginn á veginn og... Við erum alltaf að reyna að finna leiðir til þess að ná líka til karlmannana. Það meirihlutin af þeim sem koma til okkar eru konur. Þið hafa ekki bara mætt á fótboltavellina? Já, við ættum að gera það. Það kannski bara næsta. Við erum svolítið að spyrja þá sem koma hvaða þjónustu viljið þið fá og við viljum heyra frá körlunum. Bara hvernig þjónustu viljið þið að Krabbameinsfélag Akureyrar nágrennis sé með fyrir ykkur. Hjálpa okkur að móta starfið. En fólk getur aldrei haft áhrif á það. Endilega, við viljum það mjög gjarnan. Hvetjum bara alla karlmenn sem að horfa og langar að kíkja að koma næsta laugardag. Alla laugardaga, 12:30. Alla laugardaga, 12:30. Og svo endilega í næstu viku. Já, 9. mars. 9. mars, sem hvað vikudagur? Það föstudagur. Það föstudagur, það fössari, klukkan 4. Já, bakar við Brúnas að færa okkur veitingar. Nó, frábært. Þannig að það að gera og kaffið fáum við frá kaffibrennslunni, svona plastinn smá þakklæti. Já, frábært. Þetta bara æðislegt. Aðeins að spyrja, þú ert verkefnastjóri. Já. Ég hjúkrunarfræðingur, nr. 1, 2 og 3. Og þetta ekki fullt starf eða hvað? Það mætti nú eiginlega segja. Ég samt skráði 70% en við erum náttúrulega bara að vinna. Þetta bara verður svona líf og maður bara í áhugamál og allt. Og við Regína vinnum rosalega mikið saman. Við erum með mikið á hópum. Og við erum með til dæmis erum við rosa stoltar af nýjasta hópnum okkar sem erum kynlífsvanda í kjölfar krabbameins og erum að hjálpa fólki að vinna með það. Svo erum við líka með hóp sem Regína hannaði sem heitir Út í lífið. Og þetta bara ógeðslega gaman. Það margt að gerast hjá okkur. Og fyrir okkur ungar í starfi og annað þá er þetta alveg bara geggja að fá tækifæri til þess að bara leyfa öllum hugmyndum að fljóta og... Frábært. Ég segi bara gangi ykkur vel. Þetta var æðislegt að fá okkur og bara til hamingju með Mottumars. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir að bjóða okkur. Og við höldum áfram eftir stutt auglýsingahlé.